Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sál og lífi þennan dag og alla tíma. Í Jesú nafni. Amen. Ég les úr útsendingaræðu Jesú þegar hann sendi postula sína til að bera Guðs ríki vitni. Í 10. kafla Mattheusar. Þessa 12 sendi Jesú út og mælti svo fyrir. Leggið ekki leiðir til heiðinna manna og farið ekki í samverska borg. Farið heldur til týndra sauða af Ísraels ætt. Farið og prédikið. Himnaríki í nánd. Læknið sjúka, vekið upp dauða, hreinsið líkþráa, rekið út illa anda, gefins hafið þér fengið, gefins skuluð þér af hendi láta. Takið ekki gull, silfur né eyr í belti, eigi mal til ferðar né 2 kyrtla og hvorki skó né staf. Verður verkamaður fæði síns. Hvar sem þér komið í borg eða þorp, spyrjist þá fyrir hver þar sé verðugur og þar sé aðsetur yðar þér leggið upp að nýju. Fyrsta ræða Jesú í Guðspjallinu, fjallræðan, bæn og tilbeiðslu. Þar gildir það að vera barn föðurins himneska, hvíla í trúartrausti, ástarfaðirinn umvefur börn sín. Þar við gagnvart Guði. Í annarri ræðunni sendir Jesús postula sína og lærisveina til að bera Guðs ríkinu vitni í veröldinni. Þá gildir það að gera Guðs vilja, takast á við erfiðleika, berjast fyrir því sem gott og rétt, gegn öllu því sem andstætt lífinu. Guðleysi síðustu 2 alda hefur tekist ótrúlega vel að snúa þessu á hvolf. Hugmyndir manna Guð orðin ástæða alls sem afvega fer í veröldinni. Trúarbrögðin rót alls hins illa sagt, ekki peningar eins og postulinn kennir. Hagkerfið svo tilbeðið sem Guð væri. Enginn skal dirfast að lastmæla lögmálum hagfræðinnar. Þó var nú þannig að á miðöldum voru vextir af dauðu fé bannaðir. Hvað þá okurvextir? Þeir sem okruðu áttu vísa vist í helvíti. Inn í þessa veröld sendir Jesús okkur með boðskap að Guðs ríki sé nálægt. Það róttækur boðskapur að gefins hafið þið fengið trúartraustið og gefins skuluð þið láta það af hendi. Ekki góð hagfræði, en lífinu hagfellt og gott. Kærleikurinn á að koma fram í því að lækna, reisa upp, hreinsa og reka út allt illt. Það ekkert hálfkák með hangandi hendi, heldur að gera það sem þarf lífinu til framdráttar. Nú verður hver og einn að dæma fyrir sig. En þarna hefur Jesús nokkra sérstöðu meðal manna að upplýsa okkur það sem nauðsynlegt að gera í samfélagi okkar. Hann sendi postula sína í það skiptið til sinnar þjóðar. En seinna, í lok Guðspjallsins, beindi hann sjónum þeirra á veröld alla, að kenna öllum mönnum að gera það sem hann bauð, elska alla menn, jafnvel óvini sína. Sú vegferð okkar rétt að byrja. Ég les úr bæn Frans frá Assisi, sem dæmi mann sem tók þessi orð Jesú alvarlega. Drottinn, lát mig vera verkfæri friðar þíns. Hjálpa mér til að leiða inn kærleika, þar sem hatur ríkir, trú þar sem efinn ræður, von þar sem örvæntingin drottnar,
Því að það er með því að gefa að við þiggjum, það er með því að deyja að við upprísum til eilífs lífs. Amen. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð geymi okkur góðan dag.